Æ, elskuðu mínar, hvað segirðu? Mér svo gaman að lífinu. Ég geri svo mikið af vitleysum að ég elska sjálfa mig fyrir það. Ég til dæmis, þið sjáu mig alveg ofboðslega oft á hvolfi í einhverju markuðum. Ég í góða, ég í ABC, Rauða krossinum, barnaloppunni. Ég búin að missa nokkrum flugum að því að ég í gullið mitt að gramsa og allt þetta. Og hérna áður fyrr, þá var ég alveg, ég varð að fara í kolaportið, þó ég ætti ekki nema 300 kall. Þetta bara eitthvað, ég fæ svo mikið útrás út úr þessari vitleysu. Þetta var orðið svo háalvarlegt mál því að það ekki allir sem að vilja kannski loppuvörur eða föt og svona sem ég að kaupa. Þannig að þeir svo gott verða svo geggjað. Svo að ég sat svolítið uppi með þetta og ég leigði mér gáma frá Gámi Stólpar, 40 fet og þarf að fara að athuga núna bráðum hvað í þeim. Og ég get sagt ykkur, það allt. Ég ætla að hafa svona gámasölu, ég ætla að búa til partí, ég ætla að fá kannski fleiri með mér og gefa kakó og spá kannski, þú veist, leyfa fólki að draga spil og svona. Ég gerði þetta nefnilega einu sinni, þegar ég var alveg komin hrúa hérna inn, að þá hélt ég svona sölu heima hjá mér. Það var stappað út á Álftanesveg. Það þurfti að hleypa inn í hollum og allan daginn hugsaði, hvað að gera? Þú ert þroskaheft, Sigga, ég meina, búið að setja slár hérna út allt, hér Jesús minn. En það var svo gaman að hitta fólki. Ég til dæmis gerði æðisleg kaup í góða að því ég finn ekki pennana, ég setja á góðan stað og ég veit ekki alveg, það þarf að gera bara svona sérstakann kassa sem heitir góðustaður. Og allir þessir pennar, góð kaup, þeir skrifa ekki, en já, góð kaup. Ég var á leiðinni austur, ég bara að taka smá, mér datt það bara í hug. Keypti bókin bakverki, ég ekki með bakverki, en ef einhver þyrfti á þessu að halda, þá væri ég með þetta á góðum stað. Ég bað hann Dexo minn sem að taka þetta vídeó upp að bara koma með eitthvað og hér fannst mér þetta ég keypti þetta kostaði nú smá peningin, sjáðu flottu kassi og ég brjáluði kassa, box og þetta svona, ég hélt þetta, það ekki neitt hægt að gera við þetta. Ég meina, ég gæti kannski búið til hatt eða eitthvað því að ég hef nú gert miklar vitleysur í sambandi við það allt saman. Og ég bý til heilmikið úr þessu, ég nota alltaf límbyssu, fáðu ykkur límbyssu og þið getið límt ótrúlegustu hluti saman. Og þegar maður í svona að bardúsa svona, þá gleymir maður sér. Og þegar maður gleymir sér, þá fær maður bestu hugmyndirnar. Svo að meira að segja taka til gott að því maður gleymir sér. Svo passið ykkur á því að vera ekki nothingness, ekki vera í engu. Ekki vera heima með tilgangsleysi fyrir ykkur. Það ekki fyrir aðra sem þeir vera tilgangsleysið Heldur alltaf að vera að koma með hugmyndir hvað þið geti gert. Því maður brosir af litlu. Og ég var einhvers staðar að lesa að greind, góð greind, hún, heldur ég hafi ekki skrifað þetta niður, hvað góð greind Já. Það náttúrulega til dæmis tilfinningagreind. Að vera greindur á það, að vera greindur á fólk, að vera góður við fólk, að vera greindur hvernig öðrum líður. Ef megum ekki gefa allt frá okkur, en munið, það sem þið gefið skilyrðislaust, það fáið þið tilbaka. En leið og þið farið að segja, ég búin að gera svo mikið fyrir hana Önnu, ég búin að lána henni varaliti minn og skóna mína og ég búin að keyra hana í 3 ár og ég nú svo þreyttur á þessu. Ég get þetta ekki og halda svo áfram og tuða yfir því. Þá hugsar karma, no, nei. Þú færð ekkert því að maður verður að gefa með góðu hjarta. Ég gef líka svolítið að því að til að losna við hlutina svo ég geti keypt fleiri. Svo að ég man eftir því að frænka mér var eins og stödd hérna og það svona 20 ár síðan eða eitthvað. Hún býr út í Danmörku núna og ég sagði, veldir bara eitthvað, henni fannst allt svo smart hérna og flott svona
og velduðu bara eitthvað, hvað sem er. Og hjartað var svolítið, sko. Hvað myndi hún taka, fínu ljósakrónuna mína eða? En hún ákvað að velja sér mynd sem var mynd af vegi. Og ótrúlega flott mynd og ég var bara eitthvað svo ánægð að geta velduðu bara hvað sem er, því þá er komin góð saga. Og ég ætla bara að láta ykkur vita það að ef þið ætlið að vera með í lífinu, þá bara veldu þér eitthvað. Þetta er svipað á það. Veröldin er þannig, veldu þér eitthvað og vertu ánægð með það. Og það er, og ef þú ert óánægð með það, láttu það þá. Ekki halda upp á eitthvað, af því þá kemur svona hringiða. Þá skapar orku og þú skapar eitthvað sem gerist. Og fólk kemur inn í lífið mitt og skapar nýja orku hjá mér. Og svo heldustu bara öll í hendur, klöppum hvort öðru á öxlina og höfum gaman. Að hafa gaman er málið. Því hamingjan og gaman búa saman. Ég elska þig og ég elska ykkur öll. Ástin er málið.